Jæja, komið þið sæl. Við erum velkomin á Granda, útibú Íslandsbanka, á fræðslufundi VFIB fjármálin á Evrópumótinu sem hefst á morgun. Það er ekki seinna vænna að halda svona fund. Ég heiti Björn Berg og er fræðslustjóri VFIB. Við höfum núna á undanförnum árum lagt svolítið hressilega yfir fjármálahliðina á fótboltanum. Haldið 2 skemmtilega fundi í Hörpu til dæmis, annan þar sem við fórum svona almennt yfir sviði, hvernig launagreiðslur eru, hvernig rekstur á þessum stærstu knattspyrnuliðum eru, hvað er verið að borga umboðsmönnum og svo framvegis og ræddum líka eignarhald á knattspyrnuliðum, spillingu og fleira. Nú í fyrra héldum við fund þar sem við einblíndum sérstaklega möguleikum íslenskra liða á að komast í Evrópukeppni, vegna þess að þar eru peningarnir í félagsliða boltanum, það er að komast í meistardeild eða Evrópudeild. Fengum þar Níls Guttle sem var formaður Rósenborgar lengi, svona þegar þeirra ævintýri stóð sem hæst. Nú við fórum vandlega yfir heimsmeistaramóti í Brasilíu og okkur fannst að sjálfsögðu kjörið að halda bara áfram að rýna svolítið í fótboltann og nýta það tækifæri að nú væri Evrópumót framundan og sérstaklega þar sem að Íslendingar eru í fyrsta sinn að keppa á stórmóti. Og spurningin sem við vildum kannski hvað helst svara er hvort að það borgi sig að halda stórmót. Vegna þess að þegar við kannski tekið eftir hvernig umræðan hefur verið, það dúkka upp myndir af mótmælum í Brasilíu þar sem verið að mótmæla því að verið sé að byggja 40-50.000 manna leikvanga inn í Amazon skóginum og meðan vantar að byggja sjúkrahús og svo framvegis. Þið þekkið þessa sögu, svona heldur þetta áfram, vetrarólympíuleikar í Sochi í Rússlandi, Evrópumót í Úkraínu og Pólandi og svo eru það sjálfsögðu sögunar af 9 rústum Grikklands sem eru leifarnar af ólympíuleikunum þar, leikvangarnir sem standa galtómir í Portúgal og meiri segja gamla umræðan Delle Alpi og leikvangin í Napoli og fleiri velli sem voru reistir alveg aftur í 1990 vegna heimsmeistaramótsins þar. Alltaf kemur þessi umræða upp svona með neikvæðum formerkjum annað slagið. En það sem við heyrum kannski hvað helst talað er að það sé gríðarleg ánægja meðal ráðamanna þeirra landa sem fá þessi mót, bæði þegar að sjálfsögðu þeir vinna réttin til að halda mótið, á meðan á því stendur og síðan eftir á. En ég vildi kanna vegna þess að mér finnst ansi mikil fróð oft vera í þeirri umræðu og erfitt að átta sig á því hvort að þetta sé í raun og veru satt, hvað sé satt og rétt í þessu. Þá vildi ég aðeins kafa ofan í það. Og spurningin bara einfaldlega svo, munu Frakkar koma fjárhagslega vel úr því að halda þetta mót og þá byggjum við á því sem að þeim áætlunum sem hafa verið gerðar og reynslu fyrri móta. Og þegar maður fer að skoða þessi mót þá sér maður að þetta sama saga í rauninni hvort þú ert að halda heimsmeistaramót eða Evrópumót eða ólympíuleika. Það nákvæmlega sami mekanismi sem fer af stað þegar löndin sækja og það er svolítið mergur í málsins að þetta eru ekki samningaviðræður eins og við þekkjum kannski hvað helst í viðskiptum. Í viðskiptum það yfirleitt þannig að það eru 2 aðilar sem að vilja eitthvað ákveðið, það einhver sem hefur kannski eitthvað að selja, annar sem vill kaupa en þeir eru ekki tilbúnir að gera hvað sem þannig að þeir mætast einhvers staðar á miðri leið þar sem að báðir geta verið sáttir. Þegar verið að sækja að halda ólympíuleika stórmót eða Evrópukeppnir, heimsmeistarakeppnir eða Evrópukeppnir, þá eru þessir aðilar ekki algjörlega á jafnréttisgrundvelli að semja vegna þess að annar aðilinn svo örvæntingarfullur að hann tilbúinn að gera hvað sem til að fá að halda mótið. Þetta það sem við þekkjum þessar sögur. Katar, Rússland, Kína, Suður-Afríka og svo framvegis. Það verið að gera ansi mikið til að fá að halda mótið og svo eru viðbrögðin sjálfsögðu eins og þessi þegar að Frakkar fengu þau tíðindi að þeir fá að halda Evrópumótið núna árið 2016. Sjáum við þar til dæmis nýkryndan Evrópumeistara Zinedine Zidane sem fór þarna fyrir þeirra boði eða umsókn og hvernig síðan samið? Þegar Evrópukeppnin eða þegar þeir sem að halda utan Evrópukeppnina sem knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, þegar þeir taka við þessum boðum þá setja þeir einhverjar ákveðnar kröfur fyrst. Þetta eru kröfur sem eru ekkert allt of strangar kannski, þetta eru lágmarkskröfur. Þessu sinni var það að leikarnir eru umhverfisvænir,
að það væri hægt að labba svolítið, það þyrfti ekki að taka bíla, það væri ekki bílastæði til dæmis á leikvöngunum. Þeir sem eru að fara á leikanum núna, Íslendingar, og taka bílaleigubíl mun ekki geta lagt fyrir utan vellina þó að þar séu gríðarlega stór bílastæði. Og það er lágmarks sætafjöldi í stúkunum. Þaðan kemur til dæmis þetta sem okkur finnst svo ótrúlegt. Hvers vegna voru Portúgalir að byggja 40.000 manna völl fyrir lið sem er með 5.000 manns meðaltali á vellinu? Það er vegna þess að þeir urðu að gera það. Vegna þess að Evrópuknattspyrnusambandið setur ákveðið lágmark. En lágmarkið er ekki að fara að redda neinum ólympíuleikum. Það er enginn að fara, í Evrópumóti eða ólympíuleikum eða heimsmeistaramóti. Það er enginn að fara að sækja það að halda Evrópumótið og ætla bara að tikka í boxin sem eru lágmarkskröfur til þess að halda mótið. Og það sem íþróttamálaráðherra Frakka sagði er að þeir hefðu aldrei fengið að halda þetta mót. Hann er samt sem áður mjög ánægður með að hafa fengið mótið. Hann sagði við hefum aldrei fengið að halda mótið, við hefðum ekki lofað UEFA að vera skattfrjálsir í Frakklandi, sem er risastórt mál vegna þess að tekjurnar á mótinu eru gríðarlega miklar. Og hér sjáum við hvernig tekjur Evrópumótanna hafa aukist á undanförnum árum og hafa farið frá því að vera hér fyrstu 3 mótin sem við sjáum hér í Svíþjóð, Englandi og svo sameiginlega móti í Niðurlöndunum, að þá sjáum við að þar eftir þau 3 móta þá verður þetta alvöru. Það eru alvöru peningar komnir inn í þetta frá og með mótinu í Portúgal. Þar eru kröfur UEFA orðnar hærri, stærri. Sjónvarpið, við getum sett þessan mynd nákvæmlega við hliðin á peningunum í meistaradeildinni, peningunum í ensku úrvalsdeildinni. Þetta er á þeim tíma sem verður algjör sprenging í tekjum í fótbolta og það er borið uppi af fótboltanum. Við sjáum appelsínugulu súluna sem er segi sjónvarpi og appelsínugula súlan er sjónvarpið. Við sjáum hvað munar það. Þetta eru tekjur sem eru svona kannski helmingur til þriðjungs þess sem er á risastóru heimsmeistaramóti. Evrópumóti er ekki jafn stórt og heimsmeistaramótin er samt gríðarlega stórt. En það munar auðvitað það á heimsmeistaramótum að þar eru stóri markaðir eins og Bandaríkin sem er að greiða mjög háa fjárhæðir í dag fyrir að senda út af stórmótum. Nú, annað sem við sjáum sem vekum kannski smá athygli, það er gula súlan á súlunni lengst til hægri sem er það sem við köllum miðar og VIP pakkar. Það er nefnilega þannig að þetta eru tekjurnar sem Evrópska knattspyrnusambandið er að fá. Og þeir eru byrjaðir ekki bara að fá nánast allar tekjur sem þeir selja miðana, þeir selja sjónvarpsréttinn, þeir selja allan rétt til markaðssetningar og auglýsinga, en þeir eru líka að fá hluta á hótelunum og þessum pökkum sem að þeir lögðu mjög ríka áherslu á núna í ár, eins og sést á þessum áætlunum þeirra, að þú getur keyptir fyrir einhverja kannski 100-200 skall eða hvað það er, getur þú keyptir svona pakka, þú gistir á smartstað, svo þú sóttur á leikinn og þú færð að vera í einhverju boxi og horfa á leikinn og svo framvegis. Tekjurnar eru nánast allar að fara til Evrópska knattspyrnusambandsins en ekki til Frakka. Þessar tekjur eru síðan algjörlega skattfrjálsar í Frakklandi. Þannig að það er ekki bara það að Frakkanir sé ekki að fá beinar tekjur af mótinu, heldur þeir eru ekki einu sinni að fá hlutdeild í hagnanum sem UEFA fær. Heldur eru þessir peningar bara flutti beint heim í höfuðstöðuna þar. Það er hins vegar þar að það eru einhverjar aðrar tekjur að sjálfsögðu sem koma þegar svona mikill fjöldi fólks heimsækir landið. Og það er reiknað með því að þeir sem heimsækir landið muni eyða umtalsverðum fjárhæðum þar. En við förum aðeins og eftir yfir það hvers þeir mega vænta af þessum ferðamannastraumi sem að reiknaði með að komi núna. Þetta, svona til gamans, þetta eru 40% af fjárlögum Íslands sem að UEFA er að fá í tekjur á mótinu. Þannig að þetta er ekki einhverjir smáaurar, þetta eru gríðarlegar fjárhæðir. Evrópumóti í Pólandi og Úkraínu var líka skattfrjálst. Þannig í mjög einfaldri mynd er það þannig að tekjurnar, beinar tekjur á mótinu fara allar beint til Evrópska knattspyrnusambandsins. En hvað með kostnaðinn? Það kostar ógurlega fjármuni að halda stórmót, en það er samt mjög misjafnt. Heimsmeistaramóti í Katar er að fara að setja met sem að verður örugglega aldrei, eða vonandi aldrei bætt. Það eru þjóð sem er svona sambærilega stærð og Íslendingar, en þeir eru að eyða margföldum þeim upphæðum sem að Kínverjar reiddu í ólympíuleika og Rússar í vetrarólympíuleika, Brasilíumenn í heimsmeistaramót og svo framvegis. Rússar eru að fara að setja met með sínu næsta heimsmeistaramóti, Katar er að fara margfaldan það.
Frakkar geta sloppið þokkalega út úr fjárfestingum vegna þess að hver kostnaðurinn? Það kostnaður við öryggisgæslu, hann mjög mikill. Það kostnaður við gríðarlegan fjölda starfsfólk sem þarf að vinna við það að halda mótinu gangandi. Eitthvað af því reyndar greitt af Júfa. Þeir bera þann kostnað sem hlýst af framkvæmd mótsins, markaðssetningu, utanumhaldi, framkvæmdinni og því öllu saman. En Frakkar þurfa að borga fyrir allar meiriháttar fjárfestingar. Þeir þurfa að borga fyrir þessa leikvanga sem við sjáum hér og ég setti Hörpu og svona hámarks áætlaðan kostnað sem af byggingu Hörpu og við munum það var allt vitlaust út á Hörpu en það kostar meira að reisa þennan nýja leikvang í Bordeaux fyrir þetta mót. Frakkar reyndar höfðu bara reist 3 leikvanga frá síðara stríði sem að taka fleiri en 30.000 í sæti. Þannig að það var kannski komin tími á það hjá Frökkum að þeir færu aðeins að hysja upp sig varðandi það, enda deildin þeirra að stækka og tekjur deildarinnar að stækka mjög mikið en það sem að hamlar þeim hversu litli leikvangarnir eru. Þeir sem eru stjörnumerktir eru nýbyggðir en svo má svona nánast segja til dæmis að Stade Velodrome í Marseille sé alveg endurbyggður. En þetta að hluta til komið frá Evrópska knattspyrnusambandinu sem gerir mjög strangar kröfur það hver sætafjöldi þarf að vera og hver aðstaðan þarf að vera. Og þar eru alls kyns atriði sem ég hvet ykkur til að skoða vegna þess að Júfa hefur gefið út og gaf út mjög snemma við undirbúning þessa móts. Það kröfur sem eru gerðar til dæmis jákvæð umhverfisáhrif af leikvöngum og svo framvegis sem að þýðir mjög miklar fjárfestingar sem að sjálfsögðu voru ekki á þessu leikvöngum fyrir. Stade de France náttúrulega tilbúinn, þannig að sá sem heitir hér París Parc des Princes í leikvöngur Paris Saint-Germain. Þetta eru byggingarnar sem að farið í fyrir þetta stórmót að langmestu leyti og þetta eru 11-faldur kostnaður við að það reisa Hörpu. Til viðbótar við þetta, og þetta fjármagnað 62% í einkaframkvæmd og 38% af hinu opinbera, en þeir eyða auk þessa 56 milljörðum og þetta eru lágmarkstölur. Ég að tala áætlanir Frakka og áætlanir UEFA og það eru svona með, ég ætla ekki að segja ónákvæmustu tölum, en það mjög líklega gólfið, getum við kannski sagt. 56 milljarðar til viðbótar við þetta fara í aðra innviði. Lestakerfi, vegakerfi og eitthvað slíkt sem að hluta til bara verið að gera Frakkar vilji hafa þetta sem glæsilegast en hluta til vegna þess að gerðar eru kröfur. Það sem UEFA leggur fram í það einhverju lítið sérþekking og aðstoð við hönnun og eitthvað slíkt en aftur þetta borið af Frökkum. Þannig að einfalda myndin þessi, Frakkarnir eru að fara að borga fyrir þetta og Evrópska knattspyrnusambandið að fara að fá alla peningana. Þannig að rekstrarreikningur Evrópumótsins lítur mjög illa út fyrir Frakka. En það hvort sem búið að vera þannig á síðustu mótum og menn gátt alveg gefið sér það. Þannig var það líka í Brasilíu sem Brasilíumenn þurftu að leggja í alveg gríðarlegar framkvæmdir, miklu meira en þeir eru að gera í Frakklandi og mun meira sem mun kannski ekki nýtast eins vel. Það kannski ólíklegt að þessar framkvæmdir hér og þessir leikvangum muni standa tómir næstu áratugina. Það líklegra að hér verði leikvangarnir nýttir en við sáum kannski á einhverjum fyrir mótum. Nú íþróttamálaráðherra Frakka, Patrick Kenner, hann talar að þetta séu mjög góða fjárfestingar vegna þess að þrátt fyrir þetta kosti mjög mikið og þetta eru 2 milljarðar evra, að þá skili þetta 20.000 störfum í byggingariðnaðinum, þannig að þá heyriði hvernig þeirra réttlendingin orðin þessi. Jú, það frábært að halda hérna stórmót vegna þess að við erum að verja störf í byggingariðnaðinum. Þá veit maður að menn aðeins farnir að reyna að grípa í nánast hvað sem Þetta mun síðan búa til 5.000 varanleg störf, sem að sjálfsögðu mjög gott að þessu 5.000 varanleg störf, en það eru 5.000 mann sem þarf að borga laun. Þannig að það líka heilmikill rekstrakostnaður við þetta. Ef við höldum síðan aðeins áfram og tölum það sem ég nefndi hér áðan, sem eru ferðamennirnir, að þá því miður líklegt og allar líkur á því að það verði ekkert að marka neinar tölur sem við munum fá út úr Evrópumótinu varðandi ferðamennsku, túrisma. Vegna þess að það bara búið að eyðileggja túrismann í Frakklandi að mjög miklu leyti, byrjaði með þessum 3 hryðjuverkaárásum á síðasta ári og svo jafnaði þetta sig nú að mestu leyti en að undanförnu hefur í rauninni allt hjálpast til við að gera þeim eins erfitt fyrir og mögulegt
Það kannski ekki óvinnilegt að þessu mikil verkföll í Frakklandi, en það verið að beita verkföllum að einhverju leyti með þeim hætti að það geti truflað mjög mikið framkvæmd leikana. Og við erum að heyra dæmi eins og varðandi lestarsamgöngur, ruslahirðu og svo framvegis. Annað það að Signa flæðir bara allt í niður bakka sína rétt fyrir Evrópumót, sem nú ekki góð tíðindi. Svo bæði Bretar og Bandaríkjamenn að vara sína þegna við því að fara, í tilviki Bandaríkjanna, bara fara til Frakklands og fara til Parísar, og Bretar að segja þeim að vera ekki að mæta á þessi svæði sem að útlutað hafi verið stuðningsmönnum. Þetta hefur orðið til þess að hótelverð í París, núna þegar við höfum fengið síðustu tölur, og það frá samtökum hóteleigenda í Frakklandi, hótelverð 22% lægra en á sama tíma á síðasta ári, og hótelnýting 25% minni. Það 25% minni hótelnýting rétt fyrir stórmót, sem mjög sérstakt. Og ef einhverjur hérna sem að þekkja hótelrekstur, að þá sko sveifla upp á 5% ennú bara töluvert. Og hótelnýting kannski við 90%, en þegar þú ert komin í 25% falli hótelnýtingu, að þá það meiri háttar högg. Á síðustu vikum hafa verið í heildinum 30% afbókanir. Og þær afbókanir að mestu leyti frá löndum sem ekki að fara að keppa í Evrópumótinu. Það að segja frá Japan, Kína og Rússlandi. En Bandaríkjamenn hafa bæst í þann hóp núna vegna þessara tilkynninga frá utanríkisráðuneytinu. Það var reiknað með því að til landsins kæmi 1,5 milljón erlendra ferðamanna, og í heildina þetta 2,5 milljón manna sem myndi sækja leikana. Þessi 1,5 milljón útlendinga átti að eyða 1 milljarði evra, 140 milljörðum króna, sem jafngildi því að hver og einn sé að eyða 93.000 króna á mann. Og það fyrir utan kostnaðinn sem að verið að greiða til dæmis flugfélögum og verið að greiða beint til Júfa eins og það að kaupa miða. Eins og ég nefndi, Frakkar munu ekki fá það sem við erum að kaupa, sem við erum að eyða í miða. Það að halda svona stórmót veldur því og það hefur verið reynslan mjög áberandi á ólympíuleikunum sem voru haldnir í London, að vegna þess að verið að halda stórmót, þá fækkar ferðamönnum. Það fjölgar að sjálfsögðu, það kemur innstreymi fólk sem að annars hefði ekki komið og koma sérstaklega vegna leikana, en svo detta út fjölmargir sem að hugsa, ég ætla ekki að fara að vera vesenast hérna að fara í einhverja huggulega borgarferð í London eða í París þegar það ekkert fótboltabullur og verðiður upp úr rjárum og aðstæður einhvern veginn allt aðrar. Það allt önnur heimsótt. Þú ert ekki að fara í rómantíska ferð í einhverja siglingu með rósir og súkkulaði og signu og svo bara kemur tólfan og truflaði. Sko. Það ekki alveg, ég held að þannig að það mun klárlega draga svolítið úr túrismannum á meðan það koma vissulega einhverjir aðrir inn. En reynslan hinga til síðustu daga og vikna segir okkur að ferðamanna árið 2016 í Frakklandi, sem stærsta ferðamannaland í heiminum, og Frakkland vinsælasti áfangastaður ferðamanna í heiminum, að þetta verði bara slæmt ár. En það ekki Evrópumótinu að kenna. Það öllum þessum ytri aðstæðum. Þannig að því miður þá munum við ekki geta þegar að við, í VFB núna eftir einhverja mánuði, svona þegar reikningarnir fara að detta inn, munum við fara að reyna að svara þessi spurningu betur, borgaði sig að halda mótið, þá getum við örugglega ekkert tekið túrismann inn í það vegna þess að það ekkert að marka það. Þessi svæði sem að tala sem eru kölluð fanzone eða stuðningsmannasvæði, það var reiknað með 7 milljónum gesta þar, en þeim mun væntanlega fækka mjög mikið. Þetta að setja framkvæmdina mjög mikið í uppnám, svo ekki sé talað það að í einhver ákveðnu borg sem ég man ekki, einhver sem getur rifjað upp fyrir mig, hverju voru aftur að banna Englendingum að drekka, munið það? Það var einhver frétt það að enskar fótboltabullu megi ekki mæta á völlin eða hafa fengið sér áfengi einhverjum tímum fyrir leik. Ekki það að hjálpa, við ætlum að koma áfengi aftur og eftir. Ef við tökum því saman rekstrarreikningin sem að kemur út í bullandi tapi fyrir Frakkana, það að fara að kosta þá gríðarlega mikið að leggja út fyrir þessum leikum og þeir fá ekki tekjurnar á móti. Ef við tökum það líka að ferðamennskan ekki að fara að skila sér, þá spurning, þessi fjárfesting í innviðum að borga sig? Og það sem mjög auðvelt að gera að taka smá stikkprúf og heyra í nokkrum hagfræðingum og spyrja það bara mjög einfaldra spurningar, og þetta það sem að á því leveli hefur umræðan oft verið, góð fjárfesting að fjárfesta í innviðum. Og ef maður spyr hagfræðinga því, þá mjög líklegt að hann segi já, miðað við
fjárfestingar þá oft bara mjög gott að fjárfesta í innviðum. Við heyrum þetta þegar á að grafa jarðgöng, þegar verið að bæta vegakerfi, þegar verið að stækka Keflavíkurflugvöll, það er góð fjárfesting að fjárfesta í innviðum. En það verður samt að vera einhver ákveðin lógik í því. Það er ekki nóg að fjárfesta eingöngu í innviðum og kalla það góða fjárfestingu, annars væru menn ekkert að gera annað en að steypa allan daginn. Og það sem að ég spyr mig varðandi þessa röksemdafærslu, að þá spyr ég mig, eru hagfræðingar Evrópska knattspyrnusambandsins, Alþjóða knattspyrnusambandsins og Alþjóðlegu Ólympíunefndarinnar miklu betri heldur en hagfræðingar í þessum löndum? Þannig að þeir eru að breiða út boðskapinn og ef að þetta er svona augljóst, af hverju eru þessi lönd ekki þegar að framkvæma? Ef það er svona augljóst að það að leggja vegi, setja upp lestateina, byggja flugvelli, reisa leikvanga, ef það er svona augljóst að það mun skila hagnaði, af hverju eru ekki allir að gera það? Og þetta finnst mér vera spurning sem er ekki almennilega svarað og þess vegna setja ég alltaf mjög stórt spurningamerki við það þegar að talaður þetta. Við erum að eyða hérna mörg hundruð milljörðum í einhverja framkvæmdir, við fáum þetta allt tilbaka vegna þess að þetta eru innviðir. En við þurfum að fá aðeins nákvæmari útskýringu því ég held að innviðinir sem lagt var í Sochi mun til dæmis seint greiðast borga sér tilbaka. En eins og þið heyrið að þá hef ég verið að hallast að því að fjárhagslega sé ekki skynsamlegt að halda mót. Enda eins og ég byrjaði á að þá hljómar fyrir mér ekki mjög góður vettvangur fyrir einhvern gróða að vera svona ofsalega slettum desperate þegar maður sækir Löndin að berjast það að fá að halda mótin og þau eru tilbúin að gera hvað sem meiri sem bera allan kostnaðinn og fórna öllum sköttum. Hvernig getur það komið vel út fjárhagslega? Þetta orðin helsta tekjulind knattspyrnusambandana og þau eru nánast algjörlega rekin af þessum stórmótum á 4 ára fresti og UEFA reynda líka á meistaradeildinni. Þá spurningin, vegna þess að þegar maður spyrir sig hvort eitthvað borgi sig, að þá getur eitt annað komið inn í þetta. Og þetta mynd sem tekin þegar Frakkar urðu heimsmeistarar 1998, heimsmeistaramótin sem var haldið þar, frábært heimsmeistaramót, og ég var þarna bara í næsta húsi eða í næsta landi í Luxemburg, þar sem eiginlega ekkert maður Frakkar hvort sem og það fór allt á hliðina og varð allt vitlaust. Og þarna gætu við kannski bara verið komið að mergi málsins sem það að það getur vel verið að það borgi sig að halda stórmót vegna þess að í sumum tilvikum hefur land bara mjög gott að því að þjappa svolítið þjóðinni saman. Og það getur vel verið að Frakkar líti svo á að það að leggja í þennan gríðarlega kostnað borgi sig vegna þess að það fara allir í bláu treyjuna og faðmast og hengja upp fánan. Þannig að svarið mitt í rauninni það að fjárhagslega hliðin lítur ekki samfærandi út, en kannski þeim bara sama. Það verið að spurja þá hvort að fjárhagslega hliðin muni ekki koma út og það muni koma illa út fyrir þá að segja nei, við erum að fara að tapa alveg svakalega á þessu. Þeir verða að segja já, leita allir að réttlæta það til dæmis með því að vísa í aukna ferðamennsku og innviði, en þeir öllur á botninn hvolft að þá efast ég það. Nú, en hefur ein spurning sem mér finnst svolítið skemmtileg sem vaknar svona í kjölfara á þessu þetta mjög dýr fjárfesting í því að lyfta móralnum. Ef við lítum á þetta þannig, það verið að fjárfesta hér gríðarlegum fjárhæðum í það að reyna að koma öllum í svakalega gott skap og stappa svona stálinu í þjóðina. En gæti ekki líka verið að það hefði bara svakalega góð áhrif að ná góðum árangri á stórmóti? Það ekki bara? Hvernig kemur það út? Og hér erum við með greiningu sem við lögðum svolítið í og samstarfsmaður minn Gísli Halldórsson hefur litið á þessar tölur bæði á sínum tíma vegna heimsmeistaramótsins í Suður Afríku og ég setti nú bara óbreyttar tölunar sem að hann vann þar vegna heimsmeistaramótsins hér hægra megin og vinstra megin eru síðan nýjar tölur vegna Evrópumótsins. Og svo ég útskýri aðeins fyrir ykkur hvað þetta að þá stendur hér tíma ástími, við erum þetta ekki alveg saman, það sem sagt græna súna sýnir 1 mánuð, vinstra megin 3 mánuði, hægra megin. En við erum aðeins að reyna að fá einhverja lógík í það, hefur árangur á stórmóti áhrif á hlutabréfamarkaði. Og það sem við sjáum hér meðaltal síðustu 4 Evrópumóta, vinstra megin, þar sem við sjáum að sá sem vinnur móti virðist hafa það ágætt og hér erum við að tala frammistöðu markaðarins, hlutabréfamarkaðarins umfram heimsvísitölu. Það að segja, þessi markaður að gera betur eða verr heldur en allir aðrir markaðir. Hins vegar það þannig að það voða skemmtilegt hjá gestgjöfunum og svona kannski,
þetta nú allt innan skekkjumarka varðandi silfurliðið, en gestgjafarnir hafa svakalega gaman að þessu í smá tíma, takk eftir því. Fyrstu vikuna og fyrsta mánuðin eftir stórmótið æðislegt, svo kemur þingan og þá sjáum við hér 6,5% neikvæða ávöxtun eða neikvæða frammistöðu miðað við heimsmarkaði á meðan sigurliðið hefur það bara fínt. Við þurfum að sjálfsögðu að taka þessu með fyrirvara vegna þess að þetta ekki nema 4 móta úrtak, en HM úrtaki nær allalegna aftur til 1974 og þá sjáum við aðeins aðra mynd þar sem allir þessir markaðir koma illa út úr því að vinna, lenda í öðru sæti eða hýsa heimsmeistaramót. Hvernig eigum við að túlka þetta? Ég alveg viss það að það eru hagfræðingar eða sálfræðingar sem geta gert það. Ég velti fyrir mér, er þetta einhvers konar þynga? Er þetta það að á ákveðnum tíma þá bara móti búið og maður hættur að pæla í því og þarf að fara að snúa sér aftur á raunveruleikanum, en á meðan að allt var í blóma og það var svo gaman að hugsa eitthvað allt annað en businessin, að þá glemdi maður sig kannski. En þetta allavega tölur sem er áhugavert að velta fyrir sér og við sjáum að miðað við hversu afgerandi þessar tölur eru, minnstakosti fyrir þá sem að hýsa mótin og vinna, að þetta virðist allavega hafa einhver áhrif. Áhugavert líka að sjá að þau eru algjörlega omvendt hvað varðar Evrópumótið eða heimsmeistaramót. Svo það varðandi það, ef liðið mitt að spila. Því miður það þannig að Ísland spilaði aldrei leik í undankeppninni á meðan markaðir voru opnir. Og við munum heldur ekki spila mót á Evrópumótinu meðan markaðir eru opnir, en önnur lönd hafa gert þetta. Og hér sjáum við mjög skemmtilega samantekt varðandi það, sem sýnir okkur að tíðni viðskipta, þetta eru heimsmeistaramót og miðað við heimsmeistaramót, þetta rannsókn sem Evrópski seðlabankinn gerði á mörkuðum á meðan á heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku stóð. Og þá sjáum við að á meðan viðkomandi land að spila, þá enginn á markaðnum, þá eru bara allir að horfa á leikinn. Og þá minnkar tíðni viðskipta 45% og veltan 55%. Þegar mark skorað í leiknum, að þá eru þeir fáu sem ætla að vera á vaktinni og ætla að vera að stjórna hlutabréfamarkaðnum í landinu, og þá hætta þeir líka að horfa á sjónvarpið. Þannig að þá fækkar viðskiptum og minnkar veltan 5% til viðbótar. Það sem mér finnst líka áhugavert súlan sem lengst til hægri sem fylgni við alþjóðamarkaði. Sem sýnir það að yfirleitt það þannig að markaðir að þeir fylgja alþjóðamörkuðum þokkalega, en fylgni þeirra minnkar. Ég ekki að tala um það að það sé neikvæð fylgni við markaði eða þetta sé meðaltal af hversu effektív fylgnin við alþjóðamarkaði á þessu mörkum.
hverju fólk var að búast við, þá voru allir að búast við því að það yrði hrun á brasilíska markaðnum eða allavega lækkun á honum. En svo rættist það ekki, heldur hækkaði markaðurinn. Og ástæðan sem var gefin var svo að þetta var síðasta hálmstráið og nú verður skipt ríkisstjórn í landinu og þá myndi taka við ríkisstjórn sem væri betri fyrir atvinnulífið og hlutabréf verði hækkaði. Þannig að þetta hefur áhrif. Fótbolti hefur áhrif og við ætlum að fylgjast með þessu núna og meðan á Evrópumótinu stendur. Hvert skipti sem lið dettur úr keppni þá ætlum við að sjá hvað gerist á markaðnum. Aðeins áframvarandi Evrópumótið og förum að verðlaunafé og verðlaunafé hefur aukist til muna og þetta eru nú alveg töluverðar upphæðir. Við miðum þetta til dæmis við hvað kostaði að reisa leikvangana. Sjáum það að heildar verðlaunafé eins og 2 hörpur. 42 milljarðar króna eru núna til skiptana til þeirra liða sem taka þátt á mótinu. Og það verðlaunafé hefur aukist vegna þess að tekjur UEFA hafa aukist á mótinu. Þeir eru ekki að leggja hlutfallslega meira fram. En þær skiptast síðan svona þegar við lítum á það hvað við Íslendingar getum fengið að mestu leyti. 1120 milljónir, svona cirka, fyrir því hvað gengi við fáum þetta greitt, er það sem er þegar komið í hús. Það er rauninni bara það sem við fáum fyrir að komast á mótið. Það er meira en allur ekstra kostnaður KSÍ árið 2015. Þannig að það borgar fyrir launina Geirs og Klöru líka og meira. Og ef við vinnum síðan alla leikina á EM í riðlakeppninni, þá fáum við 420 milljónir vegna þess að einn sigur skilar 140 milljónum króna. Eitt jafntefli skilar 70 milljónum. Þannig að við getum mest fengið 420 milljónir en með við rekstraráætlun KSÍ fyrir árið 2016 þá þurfa strákanir að vinna einn leik og gera eitt jafntefli og þá er búið að borga fyrir árið hjá KSÍ. Þá geta þeir gefið okkur frítt á alla hina leikina. Sem verða í sumar og í haust. Nú, 16 úrslitin, 8 úrslit, undanúrslit og svo sjáum við að það er auka bara þátttökugjald í boði fyrir þann sem verður meistari. Þannig ef við Íslendingar fórum á þetta mót og gerum það sem getur bara alveg velgert, vinnum alla leikina, þá erum við að fá tæpa 4 milljarða í kassanum og getum bara hækka launina Geirs. Þannig að það er mikils að vinna í þessu og svolítið áhugavert að setja þetta einmitt í samhengi við það að þetta er 4-faldur rekstrakostnaður KSÍ á síðasta ári sem er bara í boði sem verðlaunafé. Þannig að það er ekki bara peningar í spilinu varðandi framkvæmd mótsins, það er líka bara fyrir knattspyrnusambandið sjálf. Og hvað getum við gert fyrir 4 milljarða ef við fáum þannig innspýtingu inn í íslenskan fótbolta? Þá getum við gert ansi mikið. En það er meira sem varðar peningana og eitt sem við skoðum var það hvaða laun leikmenn að fá sem eru á þessu móti og hver eru launahæstir. Forbes voru að uppfæra þetta núna daginn og það eru enginn sem að breytast á því listanum að Cristiano Ronaldo var aðeins að hækka í launum. En annars er röðin eins og nákvæmlega sama og hér sjáum við launahæstu og tekjuhæstu leikmenn á mótinu þar sem að græna eða grænbláa súlan sýnir okkur aðrar tekjur en launatekjur sem eru þá bara auglýsingar. Og okkar stjarna og launahæsti leikmaður Gylfi Sigurðsson er þarna svona upp á punt. En sjálfsögðu kemst ekki þarna í þessa röð inn á þennan lista. Áhugavert líka að sjá þarna hvað Zlatan Ibrahimović er að fá gríðarlega vel borgað í Frakklandi. Þannig að Malmö hefði væntanlega ekki geta borgað honum alveg jafn vel ef hann hefði farið þangað. En hvaða lið eru verðmætust? Það hefur líka verið tekið saman. Svona lítur sá listi út. Þetta er ansi margar þátttökuþjóðir sem eru núna. Þetta væri nú kannski einfaldari mynd ef það væri færri lið að keppa. En við sjáum það að við Íslendingar erum ekki með ódýrasta hópinn. Heldur eru Þjóðverjar það og Spánverjar þar svona innan skekkjumarka rétt á eftir. Og það er áhugavert að sjá til dæmis að Ungverjar sem við erum að fara að mæta eru með ódýrasta hópinn ef miðað við samantekt transfermarketum raunverulegt verðmæti leikmannina. Og Cristiano Ronaldo er metinn þarna á 5 sinnum hærri upphæð en allur leikmannahópur Ungverjalands. Það er áhugavert að sjá síðan hvað Wales eru þarna hátt uppi en við vitum svo sem alveg hvað leikmann það er. Það er Gareth Bale sem er að lyfta þeim þetta hátt uppi. En mótherjar okkar á listanum eru hér. Hér sjáum við Austurríkismenn sem eru svona fyrir miðju og Portúgalar, betur þetta sem Cristiano Ronaldo, er þarna nála toppnum. En nú erum við aðeins farin að tala riðilinn og mig langar að við beinum sjónum okkur aðeins á honum betur. Svo bara tökum við þráðinn þegar við förum upp í 16. úrslit og aftur 8. úrslitin og svo leiðis, en byrjum allavega á riðlinum. Hér sjáum við liðin sem við erum að fara að mæta á þessari ákaflega flóknu mynd sem sýnir okkur þróun á stöðu þessara landa á heimslista FIFA. Og hér er ég búinn að draga punktalínu niður þar sem að síðustu Evrópumót hafa verið. Og
við höfum náttúrulega ekki verið áður á tíma stórmót svona hátt, en það var áhugavert að sjá munin á því þegar síðasta Evrópumót var haldið í Pólandi og Úkraínu og hvar við stöndum núna. Það er líka kannski áhugavert að sjá ef við hefum verið í þessum riðli á Evrópumótinu 2000 og þá eru þarna, það er 2004 og þá eru 3 af þessum löndum hér, Ungverjaland, Austurríki og Ísland nánast á nákvæmlega sama stað á heimslistanum. En okkur hefur gengið gríðarlega vel og það sem að vakti mesta athygli mína var það hvað Ungverjar hafa verið að hækka stöðugt á heimslistanum. Þetta hefur ekki verið þannig að allt í einu eru Ungverjar bara komnir á EM og það þýðir að þeir eru komnir eitthvað hátt á heimslistanum. Heldur hafa þeir verið að bæta sig mjög mikið, en stökkið er að sjálfsögðu mest hjá okkur Íslendingum. Meira varandi riðilinn okkar og mér langar aðeins að skoða hvernig bæði laun okkar íslensku leikmanna eru samanborið við einhverja aðra, en líka hvernig verðmæti leikmannahópana er. Og hér sjáum við svolítið skemmtilega samantekt þar sem við sjáum að Cristiano Ronaldo er töluvert launahærri heldur en 11 launahæstu Íslendingarnir. Þannig við leggjum saman með við þá úttekt sem að Viðskiptablaðið gerði á heildarlaunum íslensku knattspyrnumanna á síðasta ári og síðan launum Cristiano Ronaldo. Þetta er ekki auglýsingasamningar Ronaldo, þetta er bara launin hans, að þá er hann að þéna töluvert betur. Svo sjáum við líka á verðmæti leikmannahópsins að Cristiano Ronaldo er þarna þriðjungur af verðmæti portugalska hópsins. En þetta er að sjálfsögðu ekki spilað á pappirum svona, en höldum aðeins áfram með riðilinn og skoðum hér líka leikmenn í viðkomandi löndum. Úr hverju hafa þessi landsliðsþjálfarar að velja? Þetta er reyndar orðið nokkuð gammalt, það er frá 2006 sem þessar upplýsingar eru frá, þegar FIFA tók saman alla iðkendur í öllum knattspyrnusamböndum í heiminum. Og þá eru það Austurríkismenn, sem kemur kannski svolítið óvart, hversu gríðarlega margir skráðir knattspyrnumenn eru þar og þessum tíma voru þeir fleiri sem hlutfall af þjóðinni enn á Íslandi. Meira segir við skoðum bara skráða knattspyrnumenn hjá knattspyrnusambandi Austurríkis. En við Íslendingar erum ákaflega fáir, þannig að það er í rauninni alveg ótrúlegt að úr þessum litla hópi sé hægt að stilla upp liðið sem að vinnur Hollendinga tvisvar til dæmis. Hægra megin, bara upp á grínið, bara vegna þess að það er að koma stórmót, að þá er ég búinn að taka saman og það var í rauninni bara því ég var forvitin vegna þess að ég þekki einn Ungverja og ég veit að þeir eiga það til að fá sér svolítið bjór og þá var ég að skoða hversu mikinn bjór þessi lönd drekka meðaltali á ári og hvort að sem að væntanlega er ekkert að fara að breyta sérstaklega í hlutfalli á meðan á mótinu stendur. En það er svona ansi jafnt og þetta er þá miðað við það sem að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin tók samanvarandi áfengislítra sem að neytt var á Íslandi og hér miða ég við 4,8% bríó bjór og reikna með þá niður í það að við Íslendingar erum þarna í 3. sæti yfir drukknar dósir, þar sem við Íslendingar 15 ára og eldri erum að drekka tæplega 333 centilítra dósir af bríó á mann á ári, sem er hansi mikið. Mér langar síðan aðeins að velta fyrir mig leikmannahópi Íslands. Hvernig ættum við að stilla upp ef við erum bara með við þá sem eru verðmætastir eða dýrastir? Og auðvitað erum við ekki að fara að gera það og það eru sumir sem leika sér að því í fútbolvenn sér eða hvað það er en við gerum það kannski ekki alveg á vellinum. En mér fannst svolítið áhugavert að taka saman 11 byrjunarliðsmenn sem eru verðmætastir í sinni stöðu og sjá hvort að það væri sterkt lið og það væri gaman að vita hvað ykkur finnst um það. En þetta er 11 manna byrjunarlið og þar sjáum við til dæmis ef það þarf að kasta upp peningi til þess að velja þarna á milli einhverja leikmanna, þá sjáum við til dæmis það að Sverrir er komin inn í byrjunarliðið í staðinn fyrir Kára, Birkir er þarna í staðinn fyrir Hauk, Arnór í staðinn fyrir Jóhann Berg og Alfreð í staðinn fyrir Jón Daða eða Eið Smára eða hvað það verður. En það sem kom mér svolítið óvart er í rauninni hvað þetta er sennilegt byrjunarlið. Það er ekkert alveg útilokað að þetta verður hreinlega bara byrjunarliðið okkar á mótinu. Og þetta eru 11 verðmætustu leikmennir þá miðað við hverja stöðu og Hannes er sjálfsögðu í markinu. En að lokum langar mig að fara örlítið út fyrir Evrópumótið sjálft og tala aðeins um Evrópuboltann. Það er þeir sem hafa unnið í knattspyrnuhreyfingunni, þeir vita að það er verið að safna upplýsingum alveg hægri vinstri. Það eru fyrirmæli sem koma frá UEFA það að knattspyrnusamböndin eiga að safna með skipulögðum hætti upplýsingum fjármál félagana, aðildarfélagana. Þetta er síðan sett upp með hætti sem er sambærilegur milli allra þátttökuþjóða og sent inn til Evrópska knattspyrnusambandsins. Og ef maður kemst í þessar tölur, þá getur maður aðeins verið að leika sér að því. Og það sem ég vildi spyrja mig var það að hvort að
íslenska deildin væri lítil eða ekki. Hvernig í ósköpunum eigum við að geta áttað okkur því hvort að við séum með stóra eða litla deild miðað við Noreg, miðað við Danmörku eða Rússland eða hvað það er. Ein leið til að gera það er að taka tekjur allra liða í efstu deild, meðaltekjur, það er að segja allra liða í efstu deild, þannig að það eru öll lið tekið með, ekki bara þau tekjuhæstu, og deilt í með landsframleiðslu. Þá finnum við út hversu stór hlutfalli af landsframleiðslu landsins er fótbolti, eða er efstu deildar fótbolti. Og er einhver hérna sem vil gíska svona hvort að við Íslendingar séum í efri hlutanum eða neðri hlutanum eða svona einhvers staðar á milli eða hvað myndu þið halda? Er einhver hérna til dæmis sem hefur hugmynd um það hvaða deild er stærst í Evrópu sem hlutfall af landsframleiðslu? Einhver sem vil gíska? Þetta er enda mjög gott gísk. Það kemur ágískuð England og England er næst stærsta deildin. Ég er búinn að taka út deildin eins og í Liechtenstein og svona nokkur litlum stöðum þar sem að skekkja myndina mjög mikið. En svona lítur þetta út og úkraínska deildin er svo stærsta vegna þess að þeir eru með mjög stór fótboltalið, fá marga áhorfendur á velli en eru með tiltölulega litla landsframleiðslu miðað við íbúafjölda. Englendingar eru síðan gríðarlega stórir. En í 5. sæti á þessum lista erum við Íslendingar. Og það er vegna þess að við erum að mæta vel á völlin. Það er líka væntanlega vegna þess að íslensku liðin eru ágæti að vera sér út tekjur þrátt fyrir þau kvarti mikið við því og þrátt fyrir þau komist ekki einu sinni í Evrópukeppnir. En takið samt eftir Svíum og Normunum sem eru neðstir á þessum lista ásamt Pólverjum. Þetta eru flottar deildir í Svíþjóð og Noregi og við Íslendingar erum að fara þangað út að spila en af hverju eru þeir ekki að ná betri árangri? Af hverju eru liðin sjálf ekki að ná sér í meiri tekjur? Það er reyndar hægt að benda á það að Frakkar og Svíar eru með gríðarlega mikla landsframleiðslu og eru sjálfsögðu lönd með stóran efnahag, en þeir ættu nú samt að geta gert aðeins betur. Svo sjáum við Frakkana, sem eru mjög mikil knattspyrnu þjóð, ná góðum árangri og alþjóðavísu eru með fjölmarga atvinnumenn út allan heiminn. Af hverju deildin þeirra svona slök? Mjög sérkennilegt. Það sem vakti líka mína athygli var það að þrátt fyrir að Skotar hafi gengið í gegnum mjög slæman tíma núna lengi, að þá eru þeir samt með mikla tekjur. Það er að sjálfsögðu vegna þess að Skotland er ekki mjög fjölmennt land, en það eru fáir sem mæta jafn vel á völlin og Skotar. Og það er að sjálfsögðu uppistaðan að tekjum þeirra. Ef þið viljið sjá síðan hvernig þessar deildir eða helstu deildirnar fá sínar tekjur og hvernig þróun hefur á milli ára, að þá er upptakað sambærilegum fyrirlestri og slíkur upplýsingar inn á wafib.is/fótbolti, þar sem við fórum aðeins yfir sjónvarpsréttina og tekjur þessara deilda. En þetta var svona aðeins til skrauts. Spurningi sem ég ætlaði að svara hér í upphafi var það borgar sig fyrir Frakka að halda heimsmeistaramótið. Ég held að það verði ofboðslega gaman. Ég er að fara út í fyrramálið og er mjög spenntur og held að þetta verði algjör snilld og ofsalega skemmtilegt. Ég held það að vera Frakki á meðan á mótinu stendur og eftir mótið sé æðislegt. En ef við erum endurskoðandi franska knattspyrnusambandsins eða borgarna sem eru að fara að hýsa þetta eða hvað það er, þá myndi ég vera svolítið efins. Við höfum líka séð það gerast loksins að það eru einhverjir farnir að spyrna við fótum í þessari þróun. Hvernig hefur þetta verið síðustu 10 árin? Það hefur verið algjör sprenging í kostnaði og öllum stórmótum sem eru haldin. Brasilía, Kína, Sochi, Rússlandi og svo framvegis. Katar. Það eru aðilar sem sækjum, fá mótin, eru tilbúin að eyða hverju sem er. Það sem við erum hins vegar að sjá núna er að það virðist vera orðið til dæmis mjög erfitt fyrir alþjóðlegu ólympíunefndina að fá einhvern til að hýsa vetrarólympíuleika. Boston hafa hætt við, Oslo eru búin að hætta við vegna þess að kröfurnar sem gerðar eru af alþjóðlegu ólympíunefndinni eru bara óafsættanlegar að mati þessar aðila. Munum við sjá þetta sama gerast í fótboltanum? Það getur vel verið, það sem við höfum heyrt frá Englendingum, hljómar svolítið svoleiðis varðandi heimsmeistaramótið. Þeim er algjörlega fullkomlega ofboðið og getur vel verið að þessu bara hættir að sækja svona mót þar til eitthvað breytist. Næsta Evrópumót verður dreift alla Evrópu. Þannig að þegar við Íslendingar komumst á næsta Evrópumót, þá getum við verið að spila eitt leik í Dublin, næsta í Bakú, svo í Bilbao og svo kannski stökkva heim til Íslands og við erum búin að eyða bara öllum sérhæfnarsparnaðinum. En það gæti verið að við séum að sjá það að mót með þessum hætti séu að fara að hætta vegna þess að ég held að aðilar muni átta sig á því að þessi orðræða það að þetta kom alltaf svo vel út fjárhagslega, ég held að hún allavega samfæri mig ekki. Þú færð ekki tekjur af þessu á meðan á þessu stendur sem eru nógu mikla til að réttlæta kostnaðinn. Eitt og sér að segja að innviða fjárfesting borgi sig alltaf ekki samfærandi rök og ferðamennskan, það getur vel verið að komi fullt af fólki til landsins sem annars hefði ekki komið en það getur líka verið að einhverju hætti við, það getur líka verið að einhverju nýti sér þetta til skemmdarverka eins og varandi verkföll og eitthvað slíkt og reynið að koma í veg fyrir að þetta gangi sem best
og svo eigum við bara eftir að fá samfærandi góða tölur það að til langstíma þá sé þetta að skila einhverju. En þetta það sem ég ætlaði að fara yfir núna og eins og ég segi ítreka það að ítarlegri upplýsingar eru inn á wafib.is/fótbolti og við ætlum að fylgjast áfram með Evrópumótinu og reyna að skrifa svolítið það og fylgjast með hvernig gengur. Okkur finnst mjög heillandi að sjá hvaða áhrif stórmót að hafa á markaði, þannig að við ætlum að halda áfram með það, enda höfum við sýnt atferlisfjármálum mikinn áhuga sem sálfræðihliðin af fjárfestingum og fjármálum. En ég ætla að fara að segja þetta bara fínt, vonandi að þið hafið gaman að Evrópumótinu. Þetta 50. fræðslufundur FIB núna það sem af þessi ár og svo síðasti þar til í haust. Nú erum við bara farin í frí og komum svo aftur í haust þegar Ólympíuleikarnir verða í Ríó. En takk fyrir okkur.